En sem sagt, hvað er Alþjóðavinnumálastofnunin? Hún er þessi þríhliða stofnun, þar sem við förum með jafnmörg atkvæði, þar að segja saman, launafólk og atvinnurekendur á móti ríkisstjórnunum, sem er mjög sérstakt. Hún er stofnuð 1919, og hún var fyrsta sérstofnun Sameinuðu þjóðanna þegar Sameinuðu þjóðirnar voru síðan stofnaðar eftir seinni heimsstyrjöld. Hún er sem sagt stofnuð eftir fyrri heimsstyrjöld. Aðalstöðvar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar eru í Genf í Sviss, eins og margra annarra alþjóðastofnana, og að þessari stofnun eiga 183 ríki aðild, sem er nánast öll þau sjálfstæðu ríki sem finnanleg eru í heiminum. Ísland gerðist aðili að þessari stofnun strax við lýðveldisstofnunina, og það má geta þess að þessi stofnun fékk síðan friðarverðlaun Nóbels á árinu 1969 fyrir sitt framlag til heimsfriðar. Ef við kíkjum síðan áfram, þá erum við líklega að hafa þetta svona, að þá er bakgrunnurinn að bak við þessa stofnun, eins og ég sagði áðan, þá var hún stofnuð á árinu 1919 og bakgrunnurinn er í rauninni ástand heimsins eftir fyrri heimsstyrjöld. Ástæðurnar voru sem sagt fyrsta lagi mannúð, þar sem hinn bágu kjör og slæmur aðbúnaður í byrjun 20. aldar var orðið gjörsamlega ásættanlegt. Og það er ekkert hægt að horfa fram á það að fólk gerði sér grein fyrir því að svoleiðis gæti ekki haldið áfram. Þannig að ef ekki yrði bætt úr, þá myndi það leiða til mikillar upplausnar. Og það verður auðvitað að horfa til þess að Sovétríkin voru stofnuð með byltingu árinu 1917 og margir litu svo á, og kannski með réttu, að það væri andsvar við þessu sama slæma ástandi og heimurinn var í á þeim tíma. En aðrir töldu sem sagt að það væri betra að reyna að nálgast lausnin á því öðruvísi, ekki með byltingum, ekki með átökum, heldur með samstarfi og opnun og díalóg, og þá var Alþjóðavinnumálastofnunin eitt af þeim andsvörum. Og síðan var auðvitað það sem lá undir að það væri nauðsynlegt, hvað varðaði efnahagsmál, að samræma efnahagsstefnu einstakra ríkja eða allra ríkja, þannig að einstök ríki gætu ekki hagnast á því að taka ekki til í vinnumarkaðs- og félagsmálum sínum. Við köllum það í dag félagsleg undirboð. Það væri ekki ásættanlegt að ástand fyrir almenning og launafólk í tilteknu landi leiddi til þess að þú gast framleitt vöru og þjónustu ódýrt og selt hana síðan inn í eitthvað annað ríki og grætt á því. Það ætti að vera að öll vara og þjónusta ætti að vera unnin við mannsæmandi skilyrði, þannig að við værum að leika sem jafningjar á þessum efnahagslega leikvelli. Þannig að bakgrunnurinn var svolítið þessi. En á sama tíma voru auðvitað stofnaðar tvær aðrar stofnanir. Alþjóðavinnumálastofnunin var ekki til bara í einhverju vakúmi, heldur var líka, hún er ein af þessum þremur stofnunum sem kallaðar eru Bretton Woods stofnanirnar, sem eru Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og svo Alþjóðavinnumálastofnunin og svo Alþjóðabankinn, og allt átti þetta einhvern veginn að reyna að stuðla að friði og meiri samheldni í heiminum. Síðan gerist nú ekki svo sem mikið á tímabilinu 1919 til 1944, það verða til margar svona samþykktir á þeim tíma sem að ljúka bæði að stöðu og réttarstöðu launafólks, atvinnurekenda og almennt að stöðu á vinnumarkaði. En 1944, í lok seinni heimsstyrjaldarinnar, þá verður til svokölluð Fíladelfíu yfirlýsing sem er ein af grundvallar yfirlýsingum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Og þar eiginlega er stefnan mörkuð fyrir næstu 60 ár eða út síðustu öld. Þar segir, og þetta er enn í fullu gildi, vinnan er ekki verslunarvara. Það þýðir ósköp einfaldlega að við getum ekki umgengist vinnuna eins og vöru eða þjónustu þar sem að samkeppnisreglurnar gilda. Það er að segja að það sé alltaf einhverja samkeppnisreglur sem eigi að ráða því hvort að vöru megi selja eða vöru megi flytja inn eða eiga með hana viðskipti, og segja vinnan er ekki verslunarvara, vinnuna gilda önnur lögmál. Og síðan segir að málfrelsi og félagafrelsi eru frumskilyrði áframhaldandi framfara, og ég held að reynslan hafi sýnt okkur að svo er. Síðan segir að fátækt hvar sem er stofnar hagsæld víða veröld í voða. Og þetta er auðvitað vísan til þess að ef að við
rekum eða byggjum upp samfélög þar sem fátækt og misréttindi, að þá mun það leiða til átaka og velsældar og það stofnar hagsæld okkar allra í hættu þó svo að þetta sé bara á einhverjum einum stað eða tveimur í veröldinni. Að lokum segir síðan baráttu gegn skorti þarf að heyja með óbilandi þrótti innan sérhvers þjóðfélags og með stöðugri og samræmdri alþjóðaviðleitni. Þar sem fulltrúar verkamanna og vinnuveitanda eru jafn rétthafir fulltrúum ríkisstjórnanna og leggja lag sitt saman að vinna að því með frjálsum umræðum og lýðræðislegum ákvörðunum að auka sameiginlega hagsæld. Þannig að þessi yfirlýsing verður til í andrúmi eftir seinni heimsstyrjöld og eiginlega svolítið talandi dæmi þær óskir og þær hugsjónir sem að menn báru í brjósti í lok seinni heimsstyrjaldarinnar þróun alþjóðasamfélagsins. Og Alþjóðavinnumálastofnunin hefur svo sannarlega verið trú þessari yfirlýsingu í starfi sínu eftir 1944 og raunar alla tíð. En hvað gerir svo Alþjóðavinnumálastofnunin? Við getum sagt að hún móti alþjóðlega stefnu og áætlanir sem ætlað að koma á framfæri og styrkja mannréttindi, aðbúnað og hollustuhætti á vinnustöðum og að fjölga atvinnutækifærum. Þannig að hún að taka annars vegar á mannréttindum, grundvallar mannréttindum okkar, hún að taka rekstrar umhverfi fyrirtækja þannig að fjölga megi atvinnutækifærum en á sama tíma líka að hugsa að það verði ekki gert hvernig sem það verði að huga að aðbúnaði og hollustuhætti á vinnustöðum. Og það sem hún gerir að móta samþykktir, alþjóðlega samþykktir sem eiga að liggja til grundvallar í löggjöf aðildarríkjanna. Það fer þá þannig fram að það á sér stað umræða á alþjóðavettvangi hvernig hlutunum verði best komið fyrir, hvernig þeir verði best samræmdir. Aðildarríkin staðfesta þessar samþykktir og lofa því síðan að móta sinn landsrétt í samræmi við þessar samþykktir. Síðast en ekki síst þá veitir Alþjóðavinnumálastofnunin tæknilega aðstoð og stendur fyrir þjálfun, menntun, rannsóknum og útgáfu til þess að hrinda í framkvæmd og fylgjast með því að eftir þessum samþykktum sé farið. Og þessi hluti á starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunar ekki mjög fyrirferðarmikill hér á Vesturlöndum. Hún svolítið sýnileg, getum við sagt, í fyrrum ríkjum Sovétríkjanna í Austur-Evrópu, en fyrst og fremst Alþjóðavinnumálastofnunin mjög virk og mjög mikla tæknilega aðstoð í Afríku, Suður-Ameríku, í Arabalöndunum og á þeim svæðum í heiminum þar sem meiri þörf getum við sagt, fyrir tæknilega aðstoð til þess að hrinda þessum samþykktum í framkvæmd. Íslendingum hefur einu sinni verið boðin slík tæknileg aðstoð og það var gert í kjölfar þess að ríkisstjórn Ísland setti síðast lög á verkfall eða á deilu sjómanna og þá ályktaði Alþjóðavinnumálastofnunin eða viðeigandi nefnd þar og bauð Íslendingum tæknilega aðstoð við að leysa úr því vandamáli. Hvers vegna væri ekki hægt að leysa úr vinnudeilum á Íslandi, hvað varðaði sjómenn öðruvísi heldur en að fara í lagasetningu. Við þurftum raunar ekki að halda á þeim tíma, kannski sá tíminn komin aftur. Þetta nú eiginlega svona auka innskot bara í ljósi þess á hvaða tímum við erum stödd. En ILO-þingið, eða þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem að haldið einu sinni á ári, æðsta stofnun Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Nú ætla ég aðeins að segja ykkur frá strúktúr stofnunarinnar. Og þetta þing haldið, eins og ég sagði áður, árlega og haldið í Genf. Það kemur sendinefnd frá hverju og einu af þessum 183 aðildarríkjum og að lágmarki þurfa þessar sendinefndir að vera þannig samsettar að það séu 2 fulltrúar frá ríkisstjórninni, síðan 1 fulltrúi launafólks og 1 fulltrúi atvinnurekenda. Þessir hópar greiða síðan sjálfstætt atkvæði á þinginu. Þetta þýðir það að hvert ríki alltaf með balanseraðan atkvæðisrétt. Það sem sagt launafólk og atvinnurekendur fara með sama vægi og ríkisstjórnirnar. Ef að sendinefndirnar uppfylla ekki þessi skilyrði, þá eru þær ekki viðurkenndar til þátttöku í þingstörfum og atkvæðisrétturinn tekin af þeim. Þessar sendinefndir eru auðvitað mjög stórar, en jafnvel þó að það væri þannig að þær væru, segjum að ríkisvaldið vildi senda 10 manna sendinefnd, þá verða þeir að tryggja, ef þeir ætla að borga fyrir 10 fulltrúa ríkisstjórnarinnar til að sækja þingið, þá verða þeir jafnframt að tryggja það að það komi þá 5 fulltrúar launafólks og 5 fulltrúar atvinnurekenda. Ef þeir gera það ekki, þá fá þeir ekki viðurkenningu til þátttöku.
Venjulega það þannig að ráðherrann, þá viðkomandi vinnumarkaðsráðherra, sagður vera formaður sendinefndar ef hann mætir, en annars það einhvers konar þá fulltrúar ríkisstjórnarnar sendiráðin í Genf eða einhver aðrir slíkir sem að fara fyrir sendinefndunum. Þeir eru leiðtogar sendinefndunum. Það sem þingið gerir síðan að fjalla og afgreiða það sem við köllum samþykktir, sem það sem fer til staðfestingar í aðildarríkjunum, og hins vegar tilmæli sem eru meira svona leiðbeiningar sem að senda út það hvernig hlutirnir megi betur fara. Á þinginu jafnframt fjallað tiltekin málefni, tiltekin ákveðin málefni sem ákveðin eru með nokkra ára fyrirvara að taka á dagskrá og þingið ályktar síðan hin aðskiljanlegustu mál. Þingið samþykkir einnig fjárhagsáætlun stofnunarinnar og kýs hluta af framkvæmdastjórninni sem síðan sú stjórn sem að stjórnar alþjóða- og vinnumálastofnuninni á milli þinga og kallað governing body. Á þinginu þá unnið þannig að það starfar í því sem kallað plenum. Það þá, getum við sagt, sameinað þing, eitthvað svoleiðis. Aðaltíminn þar fer mikið í að flytja skýrslur og flytja ræður. Og ég verð að segja alveg eins og að þó að þetta sé auðvitað mikilvægur vettvangur og nauðsynlegur til þess að halda öllu til haga og til þess að eiga orðræðu úr svona, hvað ég var að segja, láta færa til bókar viðhorfs til hinna aðskiljanlegu mála, að þá gerast hlutirnir ekki endilega alveg þannig. Stundum raunar þessi plenum tekin yfir í sérstök málefni til að fjalla mjög alvarlega stöðu mála eins og til dæmis stöðu vinnumarkaðar í Palestínu eða ástand mála í Myanmar fyrir Burma, þar sem var beitt og beitt, ólögmætum, hvað ég var að segja, þar sem að vinnumarkaðurinn þannig uppsettur að það víða að finna nánast þrælahald, notkun á föngum í framleiðslu og svo framvegis, og síðan ekki síst ástandi í Palestínu þar sem að því miður staðan hefur stundum verið svo að alþjóða vinnumálastofnunin og alþjóða samfélagið hefur reynt að byggja upp stofnanir og atvinnutækifæri í Palestínu en síðan hefur ástandi leitt til þess að stundum að þessum stofnunum hefur þurft að loka eða hreinlega verið sprengtar í loft upp af Ísraelsmönnum. Þannig að stundum þetta tekið upp og rætt en hefur raunar ekki verið gert á síðustu árum. Á síðustu dögum þingsins eru síðan samþykktir og tilmæli endanlega afgreidd í atkvæðagreiðslum þar sem allir koma saman. En aðalstarf þingsins og þar sem að raunverulega eru teknar svona ákvarðanir og þar sem eitthvað svona action, það í þingnefndunum og þetta eru nokkrar nefndir. Í fyrsta lagi eru þetta svona fastanefndir, svo stærsta af þeim Committee of Application of Standards sem að sér framkvæmd á samþykkt. Og þá eru teknar fyrir skýrslur aðildarríkjanna framkvæmd á sínum samþykktum, þær eru ræddar, stundum eru menn gagnrýndir, það eru gerðar ályktanir og hitt og þetta, en þarna verið að takast á framkvæmd samþykktin. Stundum leiðir það til þess að þeim þurfum við að breyta og svo framvegis. Það verið að vinna mikla vinnu það að fylgjast með hvernig aðildarríkin eru að framfylgja því sem þú hafa lofað að gera. Og síðan fjallað í sérstaklega fastanefnd fjármál. Á árinu 2008 var stofnuð ný fastanefnd sem ber nafni félagslegt réttlæti fyrir sanngjarna hnattvæðingu, kemur að því aðeins svo seinna. Þannig að það eru fastanefndir sem eru þessar, en síðan eru settar sérstakar nefndir á laggirnar sem eru annaðhvort að fara yfir eldri samþykktir og endurnýja þær eða taka fyrir ný málefni sem að þingið hefur áður ákveðið að skuli taka fyrir eða framkvæmdastjórnin og það getur verið að reyna að ávarpa einhver þau efni sem þurfi að setja samþykktir Og þetta til dæmis núna á að fara að ræða og búið að vinna undirbúninga því að ræða ofbeldi inn á vinnustöðum með sérstaka áherslu á kynbundið ofbeldi. Og það þá eitthvað sem að hugsanlega mun eftir þingstörfin í 1 eða 2 skipti, 2 þingum, taka form annaðhvort samþykktar eða tilmæla það hvernig eigi að taka á þessu vandamáli í heiminum. Þannig að það svona dæmi það að svona sérstök nefndir sett á laggirnar það. Í þessar nefndir skrá allir þingfulltrúar sig og þarna fer megin vinnan fram.
En þessar samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunar, þær eru allmargar, í allt eru þær 189 og 204 tilmæli og þetta miðað við árslok ársins 2016. Og þessar samþykktir í skilningi alþjóðalaga eru alþjóðasamningar sem að öðlast þá ekki skuldbindingargildi í alþjóðarétti fyrr heldur en hvert og eitt aðildarríki hefur ákveðið að staðfesta það. Það þýðir það að hér heima á Íslandi og alls staðar annars staðar í öllum aðildarríkjunum á sér stað ákveðið ferli þar sem samþykktin er tekin fyrir að sjálfsögðu eftir hún hefur verið týnd. Það er tekin afstaða til þess, eigum við að staðfesta hana eða eigum við ekki að gera það. Ef það er ákveðið að staðfesta hana, þá fer það í gegnum Alþingi Íslendinga og svo frá utanríkisráðuneytinu til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar það að við höfum samþykkt eða ákveðið að staðfesta hana og leið og höfum gert það, að þá dettum við inn í eftirlitskerfi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar þar sem fylgst er með því hvernig og hvort við erum að hrindinni í framkvæmd. Tilmælin aftur á móti eru óskuldbindandi en veita leiðsögn það hvernig best er að haga málum. Þetta við á fjölda mörgum sviðum. Auðvitað er það þannig að heimurinn er mjög fjölbreyttur og staðan í einstökum aðildarríkjum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar er mjög ólík. Þannig að það er ekki hægt að koma með eina lausn sem að hentar alltaf öllum. Þannig að tilmælin eru mun sveigjanlegri heldur en samþykktirnar, þó þær kunni svona að vera ákveðin teygja í þeim, en tilmælin eru mun sveigjanlegri og eru leiðbeining það hvernig hægt er að koma hlutunum í framkvæmd og ef til vill eru nokkrar leiðir til þess að gera það. Þannig að tilmælin eru svona eins og sagt stundum í lögfræði meira svona soft law. En samþykktirnar og tilmælin taka ekki bara til þátta sem snerta vinnumarkaðinn og málefni tengd honum, þó að það þurfi alltaf að vera einhver hlekkur í það. Þau taka á ýmsum þáttum sem varða eins og til dæmis atvinnusköpun. Það eru í gildi mjög merkilegar samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar til dæmis kaupfélög og samvinnustarfsemi, eitthvað sem er mjög virkt tæki til atvinnusköpunar í Afríku og í Asíu. Þar sem er hreinlega verið bara að lýsa því hvernig þú kemur kaupfélagi, samvinnufélagi á stofn, hvernig fólk litlir atvinnurekendur geti tekið sér saman að mynda fyrirtæki í því formi að vera samvinnufélag, hvernig íbúar í heilu þorpi eða nokkrum þorpum geta tekið sér saman að koma sínum matvælum eða sinni framleiðslu á framfæri inn á markað, annaðhvort í sínu eigin ríki eða annars staðar, í gegnum einhvern slíkt rekstrarform. Þannig að þetta er ekki bara réttarstöðu launafólks, þetta er líka fjölmarga aðra þætti og sjálfsögðu svona umbúnað í atvinnurekstri almennt eins og aðbúnað og hollustuhætti. Þannig að þetta tekur til mjög margra þátta er varða vinnumarkaði. Og síðast en ekki síst að þá eru þetta tæknileg aðstoð Alþjóðavinnumálastofnunar ekki hvað síst fólgin í því að aðstoða ríki þess vegna við fjárlagagerð. Hvernig þú finnur jafnvægi í efnahagsmálum, eftir fjölmörgum leiðum, hvernig þú er best að koma af stað atvinnurekstri, hvernig þú getur búið til hvata til þess að stofna og reka fyrirtæki, hvaða skattaumhverfi kunni hugsanlega vera hagkvæmast og svo framvegis. Og það skemmtilega er að leiðbeiningar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar eru ekki einhverjar prívat leiðbeiningar einhverja aðila sem aðhyllast einhver ákveðin efnahagsleg sjónarmið, einhver frjálshyggja eða ekki frjálshyggja eða kommunismi eða hvað það heldur ráðgjöfin byggð á því sem að aðildarríkin hafa komið sér saman að sé best í vettvangi, eða sé það besta sem hægt er að ráðleggja. Þannig að öll ráðlegging Alþjóðavinnumálastofnunarinnar verður að byggjast á samþykktum og umræðum innan Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og þar þess gætt að það sé jafnvægi á milli ríkisstjórnanna, atvinnurekenda og launafólks og þar af leiðandi að minnsta kosti er það álit mitt og margra annarra að innlegg Alþjóðavinnumálastofnunarinnar til dæmis þegar að ríki hafa verið að takast á við áföll, efnahagsleg áföll, að það sem að Alþjóðavinnumálastofnunin kemur inn í þessi ríki er miklu heilbrigðara og farsælla til lengri tíma heldur með ráðlegging sem endilega kemur frá, OECD eða einhverjum G8 klúbbum eða einhverju svona sem ekki sömu lýðræðislegu stofnanirnar.
Reynslan af afskiptum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í kjölfar átaka, stríðsátaka, í kjölfar á efnahagslegum þrengingum yfirleitt og alltaf mjög gott. En síðan það þannig að þó að við þurfum að staðfesta aðildarríkin, flestar og allar samþykktir ef við viljum taka í gildi, þá var samt ákveðið að það skyldu vera nokkrar sem væru það sem við köllum grundvallarsamþykktir. Það er að segja, ef að ríki á aðild að Alþjóðavinnumálastofnuninni, þá það skuldbundið til þess að hafa og virða nokkrar samþykktir sem kallaðar eru grundvallarsamþykktir. Það í fyrsta lagi samþykkt númer 29 sem fjallar bann við nauðungarvinnu. Það tekur til dæmis til þess að það óheimilt að neyða fanga til vinnu, það óheimilt að halda fólki nánast í nauðung með því að borga því ekki laun, með því að nota það sem refsingu og guðmáhauðkapar. Það sem öll nauðungarvinna bann. Síðan númer 87 sem félagafrelsi og verndun þess og númer 98 beitingu grundvallarreglna réttin til að stofna stéttarfélög og semja sameiginlega. Þetta eru okkar grundvallarsamþykktir, getum við sagt, verkalýðshreyfingarinnar og raunar samtaka atvinnurekenda líka. Því að á þessum grundvelli erum við að segja, þú getur ekki byggt upp heilbrigt aðildarríki að Alþjóðavinnumálastofnuninni öðruvísi en að þú sért með frjáls félagasamtök launafólks, frjáls stéttarfélög, frjáls samtök atvinnurekenda sem ekki hafa bara rétt til þess að gera kjarasamninga, heldur líka til þess að beita verkföllum eða þvingunaraðgerðum til þess að ná fram sameiginlegum hagsmunamálum sínum. Það verður að segja eins og að atvinnurekendur hafa ekki verið sammála okkur það að verkfallsrétturinn sem slíkur sé innifalinn í samþykktum 87 og 98, en við erum svo hjartanlega ósammála þeim og alveg frá stofnun Alþjóðavinnumálastofnunarinnar hefur verið litið svo á að verkfallsrétturinn sé hluti af félagafrelsinu, þannig að atvinnurekendur reynir svolítið að tala út í blámann þetta, þó þeim tækist á stundum að henda sandi í tannhjól Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og inn í þingstörf með því að vera með upphlaup það. Síðan það númer 100 jöfn laun karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf, 105, síðan afnám nauðungarvinnu frá 1957 sem var eiginlega viðbót við grundvallarsamþykktina 29 og síðan það númer 111 bann við mismunum með tilliti til atvinnu og starfs, 138 lágmarksaldur við vinnu og 182 bann við barnavinnu í sinni verstu mynd og tafarlausar aðgerðir til að afnema hana frá 1999. Þessar samþykktir, ef að þú á annað borð vilt eiga aðild að Alþjóðavinnumálastofnuninni, þá verður þú að virða þessar samþykktir og aðildarríkin hafa heimild til þess að gagnrýna þig og þú þarft að skila skýrslum það hvernig þú framkvæmir þetta, jafnvel þó þú hefur ekki staðfesta og þú verður að þola gagnrýni á alþjóðavettvangi fyrir þau brot sem þú fremur gagnvart þessum grundvallarsamþykktum. Þetta svona skilyrði fyrir því að eiga aðild að stofnuninni og mjög mikilvægt. Því að til dæmis það þannig að mörg af stærstu ríkjum heims, við getum tekið ríki eins og Bandaríkin, Kína, Indland, þau eru ekki endilega, sérstaklega áðan með Bandaríkin og Kína, að þau eru ekkit endilega búin að staðfesta allar þessar samþykktir. En þau eiga aðild að Alþjóðavinnumálastofnuninni og leið og þau eiga það eru þau skuldbundin til að fara eftir þeim. Þannig getum við náð tökum á þeim. Og þessi ríki séu nú ásamt raunar með Íslandi og fleiri smáríkjum, það eru stærstu ríkin í heiminum og þau smæstu sem eru hvað tregust til þess að staðfesta samþykktir. En yfir þessu öllu saman, þá haft eftirlit. Og það í grundvallaratriðum þríþætt. Í fyrsta lagi það sem kallað Committee of Freedom of Association eða félagafrelsisnefndin. Og þetta 9 manna nefnd sem að kosin út úr framkvæmdastjórn stofnunarinnar. Og hún tekur við kærum fyrir brot á félagafrelsissamþykktunum númer 87 og 98. Hún rannsakar brotin og gerir athugasemdir. Hún hefur til dæmis heimildir og vald til þess að senda sérstakar rannsóknarnefndir inn í einstök aðildarríki og ríkisstjórnirnar verða að taka á móti þessum nefndum, veita þeim upplýsingar og veita þeim aðgang að þeim upplýsingum sem þeir óska eftir og þurfa að fá. Ef þeir gera það ekki, þá talið að í því felist mjög alvarlegt brot. Þetta sérstök nefnd sem fjallar bara félagafrelsi.
og hún tekin til hliðar vegna þess að félagafrelsið, getum við sagt, grundvöllur alls þess samstarf sem á sér stað innan aðildarríkjanna og innan Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Án félagafrelsis, án frjálsra stéttarfélaga getum við ekki sagt að þú sért með heilbrigðan vinnumarkað eða lýðræðisríki. Þess vegna þetta tekið til hliðar og ávarpa sérstaklega. Síðan það 20 manna sérfræðinganefnd, Committee of Experts, sem eru bara sérfræðingar sem eru tilnefndir frá aðildarríkjunum, og þessi sérfræðingar hafa það hlutverk að fara yfir og lesa skýrslur frá aðildarríkjunum framkvæmd allra samþykkta, ekki bara grundvallarsamþykktanna eða félaga, og alls ekki félagafrelsissamþykktanna en allra annarra samþykkta, og fer yfir hvernig verið að framkvæma þessar samþykktir. Og þessar skýrslur eru mjög umfangsmiklar, það koma langir og miklir spurningalistar frá Alþjóðavinnumálastofnuninni sem að aðildarríkin þurfa að svara, og þessi sérfræðinganefnd fer síðan yfir. Síðan það eiginlega það sem sumir kalla að sé hjartað í Alþjóðavinnumálastofnun, og vissulega það nefnd sem að skiptir mjög miklu máli, en það þessi svokallaða CAS-nefnd, Committee of Application of Standards, eða svo sem sér að fjalla annars vegar skýrslurnar frá 9 manna nefndinni og hins vegar skýrslurnar frá 20 manna nefndinni og ályktar einstök mál. Og þetta mjög stór þingnefnd, þríhliða þingnefnd, þar sem að eru tekin fyrir alvarleg brot á samþykktum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Það gerð grein fyrir því hvers eðlis brotið samtök launafólks fá tækifæri til þess að tala og ávarpa vandamáli, ef að þau hafa til þess að aðild að kærunni, þá geta þau flutt sitt mál nánast eins og fyrir dómstól í þessari nefnd. Atvinnurekendur fara fram með sín sjónarmið, stundum eru þeir sammála okkur, stundum eru þeir ósammála okkur, og síðan fær það aðildarríki sem fyrir gagnrýni verður tækifæri til að svara fyrir sig. Að lokum síðan tekin ákvörðun það eða dregin ályktun sem samþykkt í nefndinni, sem felur það í sér að vera kann að ríkisstjórnin í viðkomandi ríki sé gagnrýnd. Það kann að vera að henni sé boðin sérstök tæknileg aðstoð eins og Íslandi var boðin á sínum tíma. Það getur verið tekin ákvörðun það að senda sérstaka sendinefndanni, og það svona alls konar kríteríur yfir það hversu alvarlegt brotið En þetta þykir vera, það ekkert aðildarríki Alþjóðavinnumálastofnunar sem að kýs það að fá á sig ákvörður frá þessari nefnd. Þetta það sem við köllum kannski naming and shaming, það að segja fólk eða þessi ríki skamma sín og eiga skamma sín fyrir þau brot sem svona eru opinberuð í hinu alþjóðasamfélagi. Og það ekkert hægt að horfa fram hjá því að ef að ríki ætlar að gera viðskiptasamninga við annað ríki, að þá þetta einn af þeim þáttum sem skoðaður hver reynslan af því að reka fyrirtæki eða að eiga viðskipti í einhverju tilteknu ríki sem ætlar að semja við, þá mjög gott að líta til þessara skýrslugerðar frá Alþjóðavinnumálastofnuninni og niðurstöðum þessara nefndar til að sjá einfaldlega hvernig ríki þetta sem ég að fara að skipta við, hvernig kemur það fram við sitt verkafólk, sitt launafólk, hvernig kemur það fram við sína atvinnurekendur, þetta heilbrigt umhverfi, þetta óheilbrigt umhverfi eða hvað það? Þannig að þessar skýrslur skipta mjög miklu máli og ríkin gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að forðast ákvörðun. Og stundum það þannig að það eru heilu herdeildirnar af lögfræðingum og opinberum embættismönnum sem mæta á þessa fundi til þess að verja hendur sínar. Þetta eftirlitið. Síðan sagði ég áðan að við erum með þingið sem æðsta stofnunin og þingið kýs framkvæmdastjórnina og það sá aðili sem að stýrir daglegri starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunar, þessi governing body. Og þessi governing body hittist 3 sinnum á ári, 2 á milli þinga og 1 sinni í tengslum við þingið. Það í þessari stjórn það sem að þingið undirbúið, gert drög að tillögum, undirbúið fjárhagsáætlun og svo framvegis. Og inn í þessum governing body eiga sæti 56 meðlimir. Og eins og alltaf, þetta þríhliða stofnun, þá það 28 fulltrúar ríkisstjórnanna, 14 fulltrúar launafólks og 14 fulltrúar atvinnurekenda. Og vegna þess að hefðin nú sú innan Sameinuðu þjóðanna að þeir sem að borga mest, einhvern veginn hafa nú sjálfsagt mestu völdin undir sig og þeir sem leggja mest til Alþjóðavinnumálastofnunar og eru stærstu efnahagsveldin í heiminum, þeir eiga först 10 sæti af þessum 28 sætum ríkisstjórnanna.
18 aðrir fulltrúar ríkisstjórnanna eru kjörnir af fulltrúum bara sem eru á þinginu. Síðan kjósum við sem launafólk okkar eigin fulltrúa, 14, kjósum þá sjálfstætt og atvinnurekendur kjósa sína fulltrúa sérstaklega. Og kjörtímabilið á hverjum tíma 3 ár. Þessi síðan framkvæmdastjórn kýs síðan framkvæmdastjóra stofnunarinnar og núna ber svo vel við að það er einstaklingur sem kemur innan úr bresku verkalýðshreyfingunnar og heitir Guy Ryder og hann er framkvæmdastjóri stofnunarinnar og nú að hefja sitt annað 5 ára embættistímabil. Og þetta sem æðsta stjórnin á milli þinga. En skrifstofan sjálf mjög stór, þar að segja starfsemin í Genf mjög umfangsmikil. Henni stýrt af framkvæmdastjóranum, það eru þar 2500 starfsmenn af meira en 110 þjóðernum og ef einhver þarna úti sem hefur áhuga á því að starfa hjá Alþjóðavinnumálastofnuninni þá skal það upplýst að það engin Íslendingur þar í starfi eins og hefur held ég bara mjög sjaldan verið nokkurn tímann. En reglan samt svo að ef það ekki fyrir einstaklingur af tilteknu þjóðerni í starfi hjá Alþjóðavinnumálastofnuninni þá hefur hann ákveðinn forgang umfram aðra. Þannig Íslendingar ættu að eiga gott tækifæri til þess að fá starf í höfuðstöðum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf. En eins og áður sagði, höfuðstöðurnar í Genf, en starfsemin síðan á 77 öðrum stöðum út víðan heim. Og þar eru að auki 600 sérfræðingar sem ráðnir eru bara lokal sem að starfa þar á einstökum svæðum. Og vegna þess að ILO-skrifstofan á að endurspegla alla starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, þá hún líka þríhliða. Hún þetta fyrst og fremst að því að ríkin ráða mestu og öllu stóru, hvað ég að segja, þeir hafa ráð yfir fjármununum og þeir hafa mesta valdið, getum við sagt, í því efni innan stofnunarinnar, en til þess að gæta jafnræðis að þá sérstök deild inn á skrifstofu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem heitir ACTRAV eða Action Travailleur sem verkalýðsskrifstofan með tiltekinn hóp af framkvæmdastjóra og tiltekinn hóp af starfsmönnum og samhliða Action Employer sem vinnuveitendahliðin og það líka framkvæmdastjóri og tiltekinn hópur. Þetta sá sem eru þeir hópar sem teknir eru til ráðgjafa við daglegan rekstur á skrifstofu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Þannig var alltaf passað upp á það að rödd okkar og atvinnurekenda fá að heyrast líka í daglegu rekstri stofnunarinnar, ekki bara á þinginu eða inn í bóti. En ef við skoðum aðeins síðan hvað hefur gerst eftir 1944, að þá var gefin út mjög stór yfirlýsing og samþykkt mjög stór yfirlýsing 1998 og aftur 2008. 1998 var gefin út yfirlýsing grundvallarreglur og réttindi á vinnumarkaði sem var samþykkt af 175 aðildarríkjum. Og þar var sagt, það eru nokkur grundvallaratriði sem eiga alltaf að vera í forgrunni. Það í fyrsta lagi félagafrelsi, í öðru lagi afnám nauðungarvinnu, það í þriðja lagi afnám barnavinnu og það í fjórða lagi afnám allrar mismununar á vinnumarkaði. Og undir það fellur þá mismunun á grundvelli kynferðis, kynþáttatrúar og hvað annað er. Þetta var ákveðið 1998 og það var ákveðið að straumlínulaga starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í samræmi við þessa yfirlýsingu þannig að það alltaf í gangi vinna að þessum 4 grundvallaratriðum með einhverjum hætti á hverjum tíma. Það ekkert að gleyma neinu af þessu og starfsemi skrifstofunnar var svolítið löguð að þessum 4 grundvallarþáttum og skipt upp í deildir samkvæmt því. 2008 var þessi yfirlýsing, hún var ekki tekin eða endurnýjuð eða lögð til hliðar, það var bara talið við þurftum að ávarpa að nýju stöðu heimsins eins og hann var þá og þá var gefin ný yfirlýsing sem heitir félagslegt réttlæti fyrir sanngjarna hnattvæðingu og tímasetningin ekkert skrítin, hún 2008 þegar hnattvæðingin getum við sagt og efnahagsumsvifin eru hvað mest í heiminum en á sama tíma það ekki að skila sér til alls vinnandi fólks í heiminum og alls ekki til allra heimshluta. Og þá var gerð sérstök yfirlýsing aftur það hvernig getum við á næstu árum og áratugum unnið að því að tryggja félagslegt réttlæti og sanngjarna hnattvæðingu. Og þetta var ákveðið að það skyldi aftur að nýju straumlínulaga starfsemi skrifstofuna þannig að það verður sérstaklega fjallað á hverju
á 5 ára fresti verður fjallað atvinnusköpun, hvað erum við að gera til þess að hjálpa aðildarríkjunum í atvinnusköpun, hvað erum við að gera til þess að stuðla að félagslegu öryggi og félagslegu réttlæti, hvað eru aðildarríkin að gera, hvar getur Alþjóða vinnumálastofnunin komið inn og aðstoða þau, þurfum við eitthvað ný verkfæri, þurfum við að gera eitthvað nýtt á þessum sviðum, það er atvinnusköpun, félagslegt öryggi, félagslegt og þríhliða samstarf og grundvallarréttindi launafólks. Þetta þarf að fjalla hverju sinni og tryggja það að segja ef þessir 4 þættir eru ekki ávarpaðir og tryggðir, þá verður ekki til neitt félagslegt réttlæti í hnattvæddum heimi. Þannig að síðan eru settar fastanefndir í kringum þessar yfirlýsingar eða þessa yfirlýsingu sérstaklega og kem ég að því á eftir. Og hverju ári er eitt af þessum 4 sviðum rætt. Þetta var ákveðið 2008. Og þetta er í tengslum við það sem Alþjóða vinnumálastofnunin skilgreindi sem væri. Hvað væri viðfangsefni 21. aldarinnar? Hvar erum við stödd? Við erum búin að lifa 20. öldina, nú er að koma 9. öld. Hver verða viðfangsefni okkar þá? Þá horfðum við svolítið á ástand heimsins. Fjöldi atvinnulausra og þeirra sem hafa litla eða ófullnægjandi vinnu, hann hefur aldrei verið meiri í veröldinni. Það er helmingur alls launafólks í heiminum verður að lifa á minna heldur 2 bandaríkjadölum á dag. Við erum að horfa upp á það að það eru skráð, við vitum að það er meira, 2 milljónir launamanna sem deyja í vinnuslysum á hverju ári. Það er bara 1 af hverjum 5 vinnandi sem hefur viðunandi félagsþjónustu. Það eru 250 börn á vinnumarkaði. Og þetta segir okkur ósköp einfaldlega að hnattvæðingin felur ekki í sér vonum betri störf og afkomu eða bjartari framtíð fyrir mjög mikið af fólki í heiminum. Og á þessu þarf að taka. En á sama tíma þurfum við að halda því til haga að þá svo ýmislegt í þessu efni sé ekki eins og það á að vera. Það séu víða stríðsástand í heiminum. Það eru víða kreppur og áföll, innræðisstjórnir, skortur og lýðræði og guð má vita hvað. Þá hefur samt gífurlega mikið áunnist á grundvelli þeirra stefnu sem mótuð var fyrst 1919 og sem endurtekin var 1944 með Fíladelfíu yfirlýsingunni. Alþjóða samvinna, alþjóða díalógur þau vandamál sem við að glíma hefur leitt til þess að aldrei í sögu heimsins, skráðri sögu, eru farið í stríð. Það hefur aldrei verið minna hungur, við lifum lengur, það er minni barnadauði, það eru færri dauðsföll við barnsfæðingar, við erum betur menntuð, það er meira jafnrétti í heiminum, það eru betri almennt tryggingar og svo framvegis. Þannig að ástand heimsins þó að það sé slæmt og þó að viðfangsefni séu stór og mikil, þá er árangurinn á alþjóðlegu samstarfi og árangurinn af starfi Alþjóða vinnumálastofnunarinnar og árangurinn af starfi Sameinuðu þjóðanna og allra stofnana Sameinuðu þjóðanna er gífurlega mikil. Það verður ekkert horft fram á því. En það þýðir ekki það að vandamáli sem við stöndum frammi fyrir sé ekki stór og að þau þurfum við ekki að leysa. Hvoru tveggja þurfum við að hafa í huga. Og það sem segir viðfangsefni 20. og 1. aldarinnar er ósköp einfaldlega þetta. Það þarf að skapa mannsæmandi störf og mannsæmandi vinnu í hnattvæddum heimi. Það eru 4 meginmarkmið sem ILO hefur. Það þurfa að vera störf fyrir alla. Það er leiðin út úr fátækt. Það þurfa að vera réttindi fyrir alla, því að fátækt fólk þarfnast þess að eiga rödd og á kröfu réttindi og virðingu. Það þarf að vera vernd fyrir alla, því ef það er ekki vernd þá leiðir það til útilokunar, sérstaklega hvað varðar fólk sem ekki getur unnið vegna elli, sjúkdóma eða fötlunar. Og það verður að vera samráð, því að fátækt fólk í heiminum veit og skilur nauðsyn þess að semja og eiga samráð til þess að leysa vandamál með friðsömum heimi. Þetta eru megin viðfangsefni 21. aldarinnar eins og Alþjóða vinnumálastofnunin lítur á það og ef við horfum bara aftur til fortíðarinnar til 1919 þá er bara sagt að ef það er einhvers staðar óréttlæti í heiminum þá er það ógnun við frið og velferð allstæðir í heiminum. Þannig að Alþjóða vinnumálastofnunin er ennþá að ávarpa sömu vandamálin og hefur sömu grundvallar hugsjónirnar og þeir höfðu 1919 fyrir rétt tæpum 100 árum síðan. En við erum hins vegar að aðlaga okkur að 21. öldinni
og skoða þau vandamál sem þar eru til þess að ávarpa þau. Ég hafði nú sagt í upphafi, ég ætla ekki að vera klukkutíma, mér sýnist ég stefna alveg hraðbyr í það, þessu fer nú svona bráðum að ljúka. Nú ætla ég aðeins að segja ykkur frá því bara hvernig Ísland og Alþjóðavinnumálastofnunin tengist. Við höfum verið aðilar, eins og ég sagði áður, að Alþjóðavinnumálastofnunin frá 1945. Við höfum staðfest allar grundvallarsamþykktirnar og við höfum hrint inn í framkvæmd og við höfum bara gert það býsna vel. Við höfum fengið á okkur ákvörður, það er mjög sjaldan, það hefur þá verið vegna félagafrelsisákvæðanna þegar ríkisvaldið hefur verið að grípa inn í verkfall. Í heild höfum við samþykkt 20 samþykktir og aftur meira 18 í gildi. Það er svo sem ekki mikið af 189 eins og gefur að skilja. En það þýðir ekki það að okkar ástand á vinnumarkaði og ástand í atvinnulífi, ástand í lýðræðismálum og öðru sé ekki eins og það á að vera. Við erum með okkar hluti býsna vel í lagi. En með því að samþykkja þetta fáa samþykktir, þá þýðir það og það hefur verið afsökun íslenska stjórnvalda sem við höfum ekki verið sammála sem hreyfing launafólks, það er það, þá þurfum við að gefa færri skýrslur á hverju ári til Alþjóðavinnumálastofnunar því þú þarft alltaf að gefa skýrslur þær samþykktir sem þú hefur staðfest, en gott og vel. Þrátt fyrir þetta þá tökum við mjög virkan þátt í þingstörfum á þinginu og við höfum lagt raunar ekki áherslu á það að koma okkar þróunaraðstoð fyrir gegnum Alþjóðavinnumálastofnunina en mörg þau ríki sem við berum okkur saman við gera það einmitt. Það er að segja við erum þau eru með ríki með alls konar aðstoð við þróunarríki í heiminum og sumt af því eru fjármunir sem veittir til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og ef það þess vegna eru það alþjóðsamböndin í kringum okkur sem gera það, en það þó peningar sem veittir eru inn í verkefni til þess að stuðla að gera kjarasamninga, nýjum vinnumarkaðsmódelum eða hvað eina það er. Ísland hefur aldrei átt fulltrúa í stjórn stofnunarinnar. Og síðan við, þó að norrænu ríkin hafi nú átt það svona að til og eiga alltaf. Við höfum aldrei átt það. Alþjóðavinnumálastofnunin gengst stundum fyrir eða með aðkomu norrænu ríkjanna þá gengist fyrir sérstökum norrænum þríhliða ráðstefnum sem Ísland tekur þátt í. Og saman getum við sagt að Norðurlöndin þau njóta áhrifa innan Alþjóðavinnumálastofnunarinnar langt umfram stærð. Í fyrsta lagi vegna þess að þjóðarframleiðsla per mann er mjög há sem þýðir það að skattarnir til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar miðað við höfðatölu eru mjög háir og fyrir utan það að Norðurlöndin þeim hefur tekist að byggja upp samfélag sem byggir á jöfnuði og réttindum launafólks en á sama tíma höfum við tryggt það að Norðurlöndin eru mjög vel samkeppnishæf í framleiðslu, hvort sem það er vara eða þjónusta, þau eru mjög sveigjanleg og þau standa sig bara efnahagslega mjög vel, samhliða því að tryggja mikinn jöfnuð, góða menntun fyrir alla og svo framvegis. Þetta er engin tíðindi fyrir okkur sem erum að hlusta á þennan fyrirlestur. Þannig að við njótum bæði áhrifa og virðingar sem Norðurlönd innan Alþjóðavinnumálastofnunar. Og ef við kíkjum aðeins á verkalýðshreyfinguna og hvernig hún kemur að starfseminni hjá Alþjóðavinnumálastofnuninni, þá er eins og við sagði áður, þetta er alltaf einhvern veginn skipulagt í gegnum samtök launafólks og við sækjum okkur áhrif í gegnum alþjóðasamtök launafólks, það er að segja ITUC. Atvinnurekendur sækja sitt í gegnum IOI sem er alþjóðasamtök atvinnurekenda. Við sem verkalýðshreyfing á Íslandi eigum aðild að norrænu verkalýðssamstarfi sem að síðan endurspeglast inn í samráð á Evrópuvísu. Saman á norræna vettvanginum eigum við samráð aðkomu okkar að starfsemi ITUC. Þannig hefur Alþýðusambandið, BSRB og önnur samtök launafólks á Íslandi, heildarsamtök launafólks á Íslandi, áhrif á Alþjóðavinnumálastofnunina, það er í gegnum þessi stóru alþjóðasamtök. ITUC starfa síðan eins og áður segir í gegnum ACTRAF niður í Genf. Og áhrif hreyfingarinnar innan Alþjóðavinnumálastofnunar byggjast því á því að taka virkan þátt í ITUC. Vera þar einhvern veginn þegar það þarf að taka ákvarðanir og vera virkir þar í starfsemi. Og síðan byggir það á því að vera virkur að sjálfsögðu í nefndum og ráðum og ílóþingunum og í skipulagsstarfinu sem unnið er þar. Það er ekki nógsemst að sækja þingin og þegja bara og hlusta. Þú getur haft áhrif með því að tala, þú ert orðinn þingfulltrúi og þú getur þá skapað þér stöðu þannig. Og það er ákveðið að hvert aðildarríki, innan hvers aðildarríkis, þá er það þannig að það eru þetta margskipt verkalýðshreyfing líkt og er á Íslandi. Þar sem við erum með Alþýðusambandið, BSRB, við erum með BHM, við erum með KÍ, alls konar samtök, heildarsamtök launafólks. En þá er reglan samkvæmt
lögum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sú að það eru stærstu samtökin sem fara með forsvar á hverjum tíma innan Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Þannig að það fulltrúi Alþýðusambands Íslands sem að því Alþýðusambandið stærst af þessum heildarsamtökum sem fer með atkvæðisréttinn á þingum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, en hann gerir það ekki fyrir hönd Alþýðusambandsins, heldur fyrir hönd allra verkalýðshreyfingarinnar og leggur þá skyldu á okkur að eiga samráð við önnur heildarsamtök launafólks hér á Íslandi og það gerum við. Þannig að frá 2008 þá höfum við svo sem verið að reyna að sækja í okkur svolítið veðrið og fulltrúi íslensks launafólks hefur átt sæti í samninganefndum niðurstöður í svona nefndum þingsins alveg frá 2008 og þetta eru svona litla nefndir. Ég ekki nema réttum kannski 7-8 fulltrúar frá allri verkalýðshreyfingunni í heiminum sem tekur þátt í þessum samninganefndum og við höfum verið svo heppin að vera valin til þess að taka þátt í því starfi alveg frá 2008 en höfum aldrei gert það áður. Og á árinu 2016 þá fengum við að leiða heila þingnefnd launafólks í þessum efnum, það vil segja að taka forsvar fyrir allt launafólk í heiminum í umfjöllun félagslegt réttlæti í hnattvæddum heimum. Þeim að sjálfsögðu bæði mjög mikið starf en einnig mjög mikil heiður fyrir okkur að taka slíkt verkefni á hendur. En við erum smáríki sem aldrei verður sagt og oft við þurfum að sækja okkar áhrif í gegnum samstarf við stóra bróður og stóru systur. Og það gerum við í gegnum norrænt samstarf í kringum málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Það er nefnilega hefð fyrir því að norræna verkalýðshreyfingin á bara samkvæmt gamalli hefð alltaf einn fulltrúa í governing body. Og hann valinn á vettvangi ITUC þó hann sé kjörinn á þinginu. Og allir þessir norrænu ILO fulltrúar, einn frá hverju ríki og stundum fleiri, hittast 3-4 sinnum á ári og það gerist til að undirbúa hvern fund í governing body og síðan hittust við sérstaklega til þess að undirbúa þingi. Þar eru við að fjalla það hvort að við erum með einhver sameiginleg sjónarmið sem við viljum fara fram með, hvernig ætlum við að skipta hópnum þannig að við dekkum allar þingnefndir, við erum saman, erum við náttúrulega bara eins og eitt lítið smáríki í heiminum öll Norðurlöndin, þannig að við þurfum að skipta verkum, hverju ætla að fara inn í hverja nefnd og vinna hvar og hver ætla þá að vera svona koordinator eða sjá að tala fyrir hlutunum og færa þeir tillögur fram sem við erum með. Og síðan gefum við skýrslur ástand mála í hverju ríki fyrir sig og eigum gott samstarf okkar í milli allt málefni, allt sem lítur að störfum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.